Góðan daginn, ég heiti Bragi Guðmundsson. Þetta er nú við. Ég fekk skít í skrokkinn fyrir nokkrum árum, fyrir 4 árum. Og ég var þá 68 ára gamall. Var þá svona það bil að fara að hætta að vinna og nú ger ég ekki neitt. Það er lögilt gammalmenni. Og það er eiginlega skemmtilegast sem ég hef gert. Ég hef stundum sagt að ég sé þessi harði með mjúkufyllingunni ef ég væri í konfettmáli. Það greinast kannski 2 á dag með krabbamein og ég er einn af þessum 7100 sem eru enn á lífi. Og þetta er nú kannski ekki mikið, það deyja nú 400 manns á dag í umferðarslysum í Kína. En þetta breytir öllu hjá þeim sem fyrirverðu og líka fólkinans. Það vil nú stundum gleymast. Sérstaklega fólkinans. En ég var mjög heppinn, ég var komið fyrir vind svona með allt og börnin uppkomin, skuldurnar farnar og stutt í starfslokkin. Þá hugsaði maður stundum eftir á til ungs fólks sem er kannski lítið bakland sem fær erfiðan sjúkdóm og á miklu erfiðara heldur en tíðan við. Fyrir svona kalli svo mig er þetta kannski bara lúxusvandamál að veikjast svona, af því þetta var nú ekki að náði sér upp úr því. Mér finnst nafnið krabbamein er bara ógnvekjandi sem slíkt. Mér finnst það mætti líka stundum kalla það bara kraftamein, því að þetta dregur úr manni allan kraft meðan á þessu stendur og maður getur varla lyft hausnum. En þetta er ferðasaga og ég var í þessu starfi og þetta var nú bara högg. Er ég með krabbamein í alvöru? Það getur ekki verið. Djöfuli, hvað ger ég nú? Ég mátti bara ekkert vera að þessu, það var svo mikið að gera hjá mér. Ég var á fullu í vinnu og ég var á fullu í öllu og ég var að gera þetta og ég var að gera hitt. Og ég bara vorkenndi sjálfum mér eins og margir gera og trúði ekki að þetta var að koma fyrir mig. Fekk fullt af sjálfsvorkunn, mér liði afar illa, mér finnst þetta alveg ömurlegt. Hvað ég nú að gera? En eftir á að hyggja, þá voru einkennin löngu komin fram því að ég var náttúrulega bara með slen og svefnlaus og alltaf þreyttur og það var allt, ég var löngu einhvern veginn bara keyrði á okkur hálfum snúning. En skrokkurinn var bara ekkert að hlusta á hausinn. Maður var svo upptekinn af öllu og jafnvel þó maður væri komin á þennan aldur. Þannig að ég fekk ægilegt ramakast. Það var allt svart og það var allt svartara og það var ennþá svartara og það var alveg vonlaust lífið og maður tók alveg stóra andlega dýfu og það var myrkur og það var nokkið mikið framundan. En það stóð stutt yfir. Ég á nefnilega góða fjölskyldu og ég hélt bara fjölskyldufund strax og svo átti ég bara fund með vinum mínum. Og ég vissi nú ekki að því fyrir nettir að þeir bara koma sér saman það að rífa mig upp úr hólunni. Gáða mig til dæmis öskubakka undir öskun að mér. Þeir gáða mér leggstein líka með nafninu mínu og fæðingardeginum og þú getur bara bætt seinni tölunni við. Eitt gaf mér skóflu og svona skiljiði. Þannig að maður skreið strax fljótlega upp úr hólunni og ég fór að hreyfa mig og hreyfa mig miklu meira og ég notaði Helgafellið svona sem viðmiðun því að fyrst þegar ég byrjaði að labba þá komst ég varla upp fyrstu brekkuna og svo var ég fann að hlaupa upp og niður Helgafellið bara eins og ekkert væri og ég var að búa myndi það að fara í uppskurðin. En maður fór í gegnum tilfinningarlegan spíral og kom svona niður á lappirnar og það gerist náttúrulega bara því það var með góðra manna hjálp. En það var vont að bíða. Á tímabili var ég eign 2 hús Ríkisspítalanna. Þetta var öskudaginn, þetta var öskudagsbúningurinn minn. Og það var erfitt að bíða. Það var erfitt að bíða eftir niðurstöðum úr rannsókn, fyrstu rannsókn, það var erfitt að bíða eftir annarri niðurstöðu, það var erfitt að bíða eftir því að komast í uppskurð. Það var vont að bíða eftir því að fá niðurstöður uppskurðinum. Svo þegar það var komið þá þurfti maður að bíða eftir næstu rannsókn. Svo tók meinið sig upp aftur, þá þurfti maður að bíða eftir því. Svo fór maður í geislameðferð. Og það var nú bara eins og að fara í skemmtiprógram því að það var alltaf sama fólkið í geislanum með manni. Ég var fann að mæta kannski bara hálftíma fyrir ég átti að vera mættur því það var svo gaman.
Hugsið ykkur, það var allir fullir af svona svolítið köldum húmor og þetta var mikið til sama fólki sem var að hittast og spjalla saman og kynntist bara ágætlega. Og allir þessir krabbameinssjúklingar, þeir svona brynjuðu sig með sama hættunum, með svona köldum húmor. Þetta voru allt saman hetjur fannst manni og manni fannst þetta fólk taka hlutina miklu æðruleysi og mér fannst það bara gott. Og maður læknaði svolítið, maður var svolítið rifinn upp úr sjálfsvorkunninni við það að sjá hvað til dæmis aðri voru miklu veikari heldur maður sjálfir en voru samt í miklu betra skapi. Og þannig að maður svona fór að svona hugsa sinn gang miklu meira heldur en maður gerði áður. Og svo fekk maður líka svolítið samviskubit yfir því að það voru aðrir sem voru miklu veikari heldur en maður sjálfur og voru miklu yngra fólk. Maður fór að bera sér saman og þá hætti þessi sjálfsgagnrýni svona mestu. Þannig að biðin var vond. Þess styttri sem biðin þess betur líður fólki. Og síðan þetta bara val í framhaldinu. Maður velur sér það að hugsa með jákvæðum hætti. Maður velur sér það að vakna á hverjum degi og fagna hverjum degi. Maður velur sér það að eiga miklu betri samskipti við fjölskylduna sína og vini sína. Ég miklu opnari heldur ég var og mér líður bara miklu betur. Ég fer í líkamsrækt á hverjum einasta degi, ég labba á Helgafellið eða fer í leikum eða fer í sund eða gera eitthvað. Maður hefur nefnilega val. Það alveg sama hversu maður veikur eða hefur verið veikur eða áhættir kannski að verða veikur. Maður hefur alltaf valið það að láta sig líða vel og láta öðrum líða vel í kringu sig. Þannig nú það. Einu sinni var ég í þessu starfi, nú ég bara svona kjaftandi gamalmenni. En ég hef stundu sagt það að ég get þakkað krabbameininu fyrir ýmislegt. Ég hefði kannski alveg viljað vera án þess, en það var líka óskup gott að það fór og ég ætla að vona að ég hitti það bara aldrei aftur, en ef ekki þá það. Og þá það, en blessa á meðan. En krabbameini kenndi mér ýmislegt. Náunginn sem að greindist fyrir 4 árum, hann löngu farinn. Hann fór bara eftir 1,5–2 ár. Og það allt annar náungi sem stendur hér heldur en að mátti aldrei vera að ég líti upp eða lifa lífinu þá. Og þannig að ég get þakkað krabbameininu fyrir það, hvað það hefur bætt líf mitt, hvað maður á miklu betra, lítur bara miklu betri dag og eftir því að maður svona kann að meta lífið miklu betur heldur en áður. Áður var það bara sjálfsagður hlutur að vakna á morgnana. En nú fagnar maður hverjum degi sem það vaknar og þakka fyrir hver dag þegar maður fyrir að sofa. Þannig nú það. Ég þakka bara kærlega fyrir.